Þetta verkefni 24 ritgerð, blaðsíða D11 og liður 14 og undir fyrirsögn 2.1 röð upplýsinga ætlum við að velja textann og setja á hann áherslumerki sem eru stigskipt. Þannig við veljum þessar greinar. Þá þurfum við að velja hérna undir multilevel list og svona snið sem að svipar til þess sem er gefið uppsett. Veljum þetta hér. Til þess að breyta indrætti og þrepi þá veljum við aftur multilevel list og define new multilevel list og þrep 1 á ekki að vera með sviga, þannig við getum tekið út svigan hér undir enter formatting for number, þurrkað út svigan og sett punkt í staðinn, en þrep 2a á að vera með sviga og þrep 3i á að vera með sviga. Þá þurfum við að breyta þrepinunni og veljum hérna í valmyndinni set for all levels. Fyrsta talan á að vera alveg út við spásíu, þannig að þá er 0 hér í fyrsta. Textin raðar svo 0,8 cm minna, það er gefið upp. Þrepun er 0,8 og 0,8 við hvert nýtt þrep hér. Staðfestum við OK og OK líka aftur hér. Allt lendir þetta á fyrsta þrepi. Þannig við þurfum að færa það sem þarf að færast yfir á næsta þrep. Það eru þessi 3 liðir sem er 3, 4 og 5 sem eiga að fara upp á þrep 2 og við notum inndrattahnapana hér increase indent og það sem er núna nummer 3 þarf að færast upp á 3. þrep, þannig að þá ýtum við tvisvar. Þá eigum við bara eftir að bæta við hérna bili í paragraf og það gefið upp að það er að vera bil á undan og eftir 3 punktar, þannig við þurfum að skrifa það inn og muna að taka hakið af hér don't add space between paragraphs og the same style. Ef við höfum hakið á þá birtist ekki bili á milli. Staðfestum við OK og þá ætlum við núna að setja inn miða líka eins og við gerðum fyrir dálkana hérna fyrir ofan og við erum með þennan texta valinn. Veljum references og insert caption og þetta á að vera tabla 2.2 og nú kemur sjálfkrafa númeringin rétt að því við vorum búin að velja hana í töflinu á undan og þá að vera fyrir ofan og þá staðfestum við svo með OK og svo bætum við textan heimildir. Þannig að þá er næsta skrefið að kalla fram listan yfir myndamiðana og töflunum. Það er í næsta myndskeið.